Við ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp á Múlabergi á Hótel Kea í miðbæ Akureyrar og það er líf og fjör hérna, fullt af krökkum og fjölskyldufólki. Ósátti krakkar hérna. Já, allavega þessi, akkurat núna. Vill ekki fara í úlpuna? Nei, úlpan er blauð síðan í gær. Já. Þegja það! En Magnið sem kom til okkar. Já, gott þú kynntir þig sjálfur. Góðan daginn. Gott að þú byrjir einmitt á þessu, svona, þú varst einmitt að eignast barn, þetta þú ert að æfa. Til hamingju með barni. Þakka þér fyrir. Númer hvað er þetta barn? 3. Þetta er 3. drengurinn. Fæddist á sunnudaginn. Öllum heilsast vel. Blóm og kransar að þakka þér. En hvað, sko, við náttúrulega staddir í svolítið konundagsumræðu. Já. Og hérna... Hverjum datt í huga að hafa konundaginn alltaf á sunnudegi og bóndadaginn á föstudegi? Ég veit það ekki. Finnst þetta ekki góð dýll? Það hefur verið kona. Sko, segjum sem svo við varum vinnandi menn en ekki að gera þetta sem við gerum. Hérna, þá færum við í vinnuna á föstudegi klukkan 8 og gæfum heim klukkan 5. Hálfur dagur er farinn. Já. Ég held að hugsunin sé sko að þú meir ekki fá þig bjór á sunnudegi. Í þá daga sem þessi dagar voru. En nú, já. Það var ekki eins og búið að leifa bjóru þegar þetta var ákveðið. Nei, mjöð. Legðu frá þér hornið, Guðmundur. Það er konundagur. En hverjum datt í hug að í tilefni sko, konundagsins og barnsegna að fá því við þetta? Það veit ég ekki. Þetta var vanhugsað. En það er ýmislegt að gerast hjá þér hins vegar. Já. Þannig barnseignir og brjóstaþoku og allt sem þarf að glíma við í lífinu, þá er margt að gerast og við þurfum aðeins að fara yfir það. Þú ert að fara, hvað ert ekki að fara suður? Jú, það er á þessum... Á nýfæddu barni. Já, við erum að venjast því strax, held ég. Á þessum árstíma eru nefnilega haldin svona fjórðungsböll á skemmtistaðarnir Spott í Reykjavík. Það eru Austfirðingaball og Norrlendingaball og svo verður þetta reynda að koma út í svona sýslur og alls konar rugl, sko. Þú ert bæði Norrlendingur og Austfirðingur? Já, mjög taktískt hjá þér. Já, mjög snjallt hjá mér, sko. Ég er búinn að planta mér á 2 fjórðunga. Já. Og núna á laugardaginn er sem sagt Austfirðingaball og þar leikur fyrir dansi svona á húsbandi sem er sett saman af Tómasi Tómasinni, Seyðfirðing, Tom og Tom, Rockabilly bandinu. Þar eru margir mæti menn, svo eru við forsöngvararnir, sem sagt ég, Borgfirðingurinn, Einar Ágúst, Norrfirðingurinn, Pálmi Gunnars, Seyðfirðingur og Voffirðingur. En maður er mjög svona, hann er Voffirðingur, er það ekki? Já, flott. Hver er þetta Seyðfirðingur? Það er ekki hann. Það er slóð eitthvað saman hjá mér. Allavega Voffirðingur. Og fleiri. Þannig að þetta verður helgarinnar gilli. Og svo verður líka á Norrlendingaballi. Það sjálfsögðu verður líka á Norrlendingaballi. Sem er hvenær? Það er 8. mars. Þá leika fyrir dansi Kvandasbræður og fleiri gestir. Er þetta ekki brjálæðislega skemmtilegt því að það eru náttúrulega, það er einhvern veginn allir einhvers staðar frá þarna í borginni og... Mér finnst alveg hauglegilegt að spila á þessu, því að ég er bara hérna, blessaður bjöllur. Mér langar bara að vera út í sal, en þess vegna eru nú fleiri söngvarar, þannig að maður getur tekið hringinn, sko. Þannig að hugsanlega búa fleiri landsbyggðarfólk heldur en Reykvíkingar í Reykjavík? Það er engin Reykvíkingur. Það er sko, allir þetta sé ekki, er þetta ekki svona fyrsta kynslóðin eru Reykvíkingar núna? Sem að þú veist kannski foreldrar eru líka Reykvíkingar, sem sagt. Það er ekki nóg bara að þú sért fæddur í Reykjavík og foreldrarnir séu að vestan. Þetta er orðið eiginlega samt kynslóði núna sem þau þurfa að fara alveg aftur í Langöf og ömmu til þess að Eru það ekki bara einhverjir 3 í Vesturbænum? Nei. Er það ekki bara Kópavogur? Nei. Þeir eru 3. En svo er Killer Queen. Já. Þið ætla að halda fram með Killer Queen. Íslendingar ætla ekki að fá nóg af hljómsveitinni Queen. Nei, hvernig er það líka hægt? Í frekar en nokkur önnur þjóð. Nei, ég held að við hljótum að fara í eitthvað svona met. Ég persónulega er búinn að spila Queen með hinum og þessum fyrir svona 40–50.000 manns á síðustu 5 árum, sem er svolítið mikið. Já. Reyndar var nú meiri hlutin aðeins bara á fiskideginum, sko. Það var skemmtilegir tónleikar. Sem voru geðveikir tónleikar. Það var alveg klikkað. Það var svo magnað. Það var svona næsta sem hefur komist í að spila á Wembley á Íslandi, á Dalvík. Og líka bara þar ég æsist bara upp með að tala um þetta hérna. Hljóðkerfið var svo geðveikislega gott. Ég var hérna alveg einhvers staðar aftast og það var bara, þetta bara fór alveg inn í mörg og bein, sko. Enda mjólkuðum við allt rafmagnið út úr Samherja og það sló mig eins og út því það var of mikið þegar maður var tekið. Þetta slökk á 4 frystitórum bara til þess að koma þess í gang.
En þannig að þetta líka var ótrúlegt band og bakrættirna magnaðar og bara... Þetta 15-16 manna hópur. En þið ekki samt búin að tæma þennan markað ennþá? Nei, þetta verður ábyggilega gert einhvern tíðan aftur, þetta Freddy dót sko. En sko, Killer Queen er svona lítil Queen-hljómsveit sem við stofnuðum fyrir 5 árum síðan. Ég og svona eiginlega strákarnir úr Kvandalsbræðinum og fleiri. Og nú er Einar Þór og Dúndurfréttum komin í gítar. Og við svona tökum þetta í hin áttina. Þetta Freddy show er svona að reyna að gera allt rosalega flamboyant og stórt og taka alls konar Freddy lög. Við reynum bara að finna svona rocktuttana, Stone Cold Crazy og eitthvað svona og svona reyna að vera eins og Queen voru fyrst þegar þeir voru bara rock and roll sko. 74 til 79. Já. Tökum við sjálfsögðu líka hinlegin en við reynum að spila því svona með því hugafari. Já, það er líka öðruvísi hvort þú ert á þessu sviði eða á græna hattinn. Já, það er alveg stjarnfræðilega skemmtilegt að spila þetta prógrama einmitt á svona litlu stöðu líka sko. Já, nákvæmlega. Og svo ætlar að rocka áfram, þú ætlar að fara í Skonrock en þar sá ég einhverja auðlýsingu að þið ætla að einskóla ykkur við 80s. Já, Skonrock er einmitt annað svona tribute, ég er einhver svona tribute-kongur hérna. Íslands. En hérna, Skonrockið er einmitt svona samansafn af rockhundum og við ætlum einmitt að reyna að finna eitthvað svona þema og einhverjum Einsteininum datt í huga að hafa 80s þema sem var náttúrulega hljómaði hræðilega en svo fór maður að skoða þetta það er fullt af góðu stöffri sem kom úr þá. Það er alveg, þú getur farið úr víðan völl. Þið náðu þannig í smá Kiss og eitthvað Já, þú getur tekið allt glamour hair rockið sko og ég meina tæknilega séð komu sko allar bestu metalleikaplötunar út 80 auka sko. Það er þetta að gera hvað sem er. En að því þú nefndir nú Dúndurfréttir, þá eru þeir líka, er það ekki á græna helgina? Jú, vinir mínir í Dúndurfréttum er að spila Hattinum í kvöld og verður fjölmennt sem oft fyrr. Og KK og annað kvöld og þetta er reyndar orðin þvílíkur lúxus. Ég verður bara að segja það, að vera hérna og það er bara eins og á græna hattinum. Helgi eftir helgi. Maður þarf ekki að hafa fyrir þessu. Nei. Lætur bara Hauk gera það fyrir sig. Haukur minn, ég langar að sjá hérna þessa hljómsveit til að græja þetta. Þá fórum við aftur í byrjun á viðtalinu. Hver ætlar að sjá nýfæddabarnið með hann og ætlalega konan? Það er rétt að vona að konan ætlar að gera það. Og hvað ætlar þú að gera fyrir konulegina á konudaginn? Loka spurning. Ég ætla vonandi að koma heim á sunnan. Já, það er fært. Annars hefur þið bara sagt SMS? Held ég, sko, nú hefur við hjónin verið saman síðan einhvern tíman á þar síðustu öld, held ég. Þetta er einhver 6-17 ára eitthvað svoleiðis, ekki alveg viss. Ég held ég hafi ekki náð að vakna við hliðina á henni einn einasta konudag. Allavega ekki alveg edrú, sem sagt, það var kannski verið að spila í bænum og svona. Og svona í gamla daga fékk maður sér kannski eitt bjór sem maður var að spila. Þegar maður var ungur, en yfirleitt er maður einhvers staðar að koma heim í rútu eða flugvél eða einhverju á konudaginn og kaupi bensínstöðarblóm. Ég býst fastlega að gefa henni bensínstöðarblóm. Ef við hefðum haft dramatísku tónlist eins og vorum að tala um að væri svo heppilegt í svona viðtölum, þá hefði hún komið undir þessari fyrirsögn. Ég kaupi bara bensínstöðarblóm. Aldrei vakna við hliðina á konunni á konudaginn. Mér heyrst þú núna að segja Þetta er bara að séð og heyrt fyrir þess að dauðans. Já. Shit. Óbústlegt. Það er eins gott að þeir horfa ekki á sjónvarpið þarna. Á séð það. Slökkum við. Þeir bara horfa ekki á sjónvarpið, þeir eru bara... Nei. Þeir eru bara að gera blað. Bara að gera blað. Trúum ekki á sjónvarp. Nei. En þú ert almennilegur, það er SMS eða eitthvað. Hringja. Já, það kostar nú 10 krónur. Maður hendi kannski, ef maður er með Wi-Fi. Facebook skilabóð. Frýtt Wi-Fi. Það er með daginn, skan. Facebook. Jack. Nei, ég reyni að matla einhvern góðan mat og svona eitthvað. Ertu rómantískur? Ég veit ekki hvort ég er rómantískur, en ég er allavega mjög þægilegur að búa með. Ég er mér þrifinn, gaman að ég setja í þvottavélar. Ég er ágætis húsmóðir. Og góður pappi. Ég er ágætis pappi, enginn er komin á sakaskrá. Ég heyri margar konur segja svona, þær segja ekki mikið, ég vil svo rómantíska, þær segja ég vil þægilegan mann. Já, ég vinn fyrir heimilinu og ég er ekki aumingi. Er það ekki frekar það sem, það er búið að lækka svolítið standardin hjá konum. Það gerist. Hvernig er draumaprinsinn? Ekki aumingi. Já, ok, flott. Það gerist svona eftir úlingsárin, einu svona var þannig myndarlegur, hávaxinn. Hann verður eiga súper á impresa og eitthvað svona. Gáfaður og núna er þetta bara ekki aumingi. Það meinist að það er ekki einu svona með hár, það er bara ekki aumingi. Það er ekki svo skýrir lengur. Strákar mínir, skál fyrir ykkur, þið eru engir aumingjar. Gleðilegan konudag, skan. Gleðilegan konudag. Ég held að við höfum bara að ljúka þessu, er það ekki, á þessum nótum? Jú, bara eftir smá stund.
Allavega kveði Magna í bílögu sjónvarpstöðina eftir cirka 1,5 mínútu.